Dómsmálaráðherra segir stöðu ríkislögreglustjóra til skoðunar innan ráðuneytisins eftir umdeild viðskipti við ráðgjafafyrirtækið Intru. Málið sé alvarlegt og hafi rýrt traust almenning til embættis ríkislögreglustjóra. Þetta mál hefur veikt traust til embættisins. Landspítali hefur verið á hæsta viðbragði í heilt ár. Ófremdarstaða, segir forstjóri, og ekki fleiri úrræði innan spítalans til að beturumbæta hana. Alls ekki góð tíðindi, segir fjármálaráðherra að 11 til 12 mánuði taki að koma álframleiðslu á Grundartanga í fyrra horf. Að mati hagfræðings felst óvissan í hversu stór hluti tjónsins lendir á hagkerfinu. Yfirvöld í Svíþjóð vara við eftirlíkingum af Labubu-dúkkum. Samkvæmt sænskri rannsókn innihalda þær bönnuð efni sem geta haft áhrif á hormónakerfi líkamans. Og dagur gegn einelti á morgun og af því tilefni var í dag frumflutt lag til stuðnings baráttunni. Þú ert með talgata, hvað með það? Erum að því sama liði. Þú æfir fótbolta, ég dýrka það. Komið þið sæl. Dómsmálaráðherra segir stöðu ríkislögreglustjóra til skoðunar innan ráðuneytisins eftir umdeild viðskipti við ráðgjafafyrirtækið Intru. Málið sé alvarlegt og hafi rýrt traust almennings til embættis ríkislögreglustjóra. Þessi meðferð fjármuna hefur rýrt traust á embætti ríkislögreglustjóra og ríkislögreglustjóra sjálfan. Á 5 ára tímabili greiddi ríkislögreglustjóri Intru 160 milljónir króna fyrir ýmis verkefni án útboðs. Meðal verkefna voru búðarferðir í Jysk en eiginmaður eina starfsmanns Intru er forstjóri móðurfélags Jysk. Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, sagði í gær að ríkislögreglustjóri þyrfti að íhuga stöðu sína verulega vegna viðskipta embættisins við fyrirtækið. Nú er samflokksmaður þinn bent á að henn ber að víkja á starfi. Ertu sammála honum? Ég finn það niður á þingi að þar eru viðbrögðin bara með svipum hætti út í samfélaginu öllu. Hann hefur talað með þessum hætti. Ég var spurð á því af ritara Sjálfstæðisflokksins í gær. Þannig að það mátti skynja orð þingmanna Sjálfstæðisflokksins með sama hætti. Ég held að þetta sé eitt þeirra mála þar sem að afstaða fólks til þess að fara sér svona með fjármuni almennings og ríkisins, hún er býsna skýr. Ert þú að hugsa að víkja nú starfi? Ég hef sagt og ég endurtek, mér finnst málið alvarlegt og af því leiðir að mér finnst staða ríkislögreglustjóra alvarleg. Ég er auðvitað bundin af því að vinna þetta mál í samræmi við stjórnsýslulög og aðra reglur sem þarna gilda. Þannig að tímalína vinnubragða við svona mál, hún er lengri en umræðan og ég heyri tónin og taktin í samfélaginu kallar á. En ég er að skoða þetta mjög alvarlega og vinn málið sannarlega í samræmi við alvarleikastig þess. En það er þú sem tekur ákvörðun á endanum? Ég tek þessa ákvörðun og ég ber ábyrgð á henni og vinn hana í samræmi við lög og reglur en er fullkomlega meðvituð það hvaða augum almenningur lítur þetta mál og hvaða áhrif það hefur haft á traust til embættis ríkislögreglustjóra. Það kemur reyndar fram í bréfi ríkislögreglustjóra til mín að hún er sammála því að þetta mál hefur veikt traust til embættisins. Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur, velkomin. Dómsmálaráðherra talar þarna nauðsyn þess að fara að lögum og reglum í þessu máli. Svona í ljósi þess, hvaða kosti hefur hún? Dómsmálaráðherra hefur nokkra kosti. Hún er náttúrulega undir miklum þrýstingi eins og ríkislögreglustjóri líka frá almannarýminu, frá netinu, jafnvel frá Alþingi eins og komið hefur fram. Og ég tel að nokkurs konar störkeppni sé að ræða milli dómsmálaráðherra og ríkislögreglustjóra hvor þeirra lítur undan fyrir. Dómsmálaráðherra hefur þann kost að segja að áminna ríkislögreglustjóra ef málið er ekki mjög alvarlegt. Ef alvarleikin er meiri þá þarf hann að veita lausn stundarsakir og þá er sett upp nefnd sem metur hvort sú lausn var réttmæt eða ekki. Og ef hún var réttmæt og rökstudd,
þá kemur viðkomandi ekki til starfa aftur. Þannig að þetta heljarna ferli sem að þyrfti þá að fara í gang. En sko, ríkislögreglustjóri, þú talar störukeppni. Hver er réttur hennar? Hvað getur hún gert? Eftir hverju er hún að bíða? Já, hún hefur náttúrulega þessa sterku ráðningarfestu sem opinberir starfsmenn hafa. Sko, henni verður ekki vikið úr starfi nema með þessum forsatriðum sem ég er að nefna, með uppsetningu nefndar og svo framvegis. Þannig að ég tel að hún þurfi að horfast í augu við það, annars vegar að fá rökstutt álit brot sem getur orðið erfitt fyrir hann að afsanna, jafnvel fyrir dómstólum, eða að gera starfslokasamning eða flytjast í annað starf eða á annan hátt fara úr sínu starfi. En hún gæti vilja fara hörðuleiðina. Já, þessu máli hvergi nærri lokið. Haukur Árnason, stjórnsýslufræðingur, þakka þér kærlega fyrir þetta. Við ætlum að fara í annað. Forsætisráðherra vonar að ekki þurfa að segja upp starfsmönnum Norðuráls á Grundartanga. Nú þegar tilkynnt hefur verið að framleiðsla komist ekki í fullan gang fyrr en eftir 11 til 12 mánuði. Norðurál segir í tilkynningu að reynt verða að gera við biluðu rafspennana, takist það verða hægt að hefja framleiðslu fyrr. Álverið keyrir nú aðeins á þriðjungsafköstum. Þetta eru auðvitað alls ekki góða fréttir, en þær eru ekki óviðbúnar. Nú er auðvitað þannig að framleiðsla á spennum hefur verið mjög aðþrengd út af stríðinu í Úkraínu. Áfram er gert ráð fyrir hagvexti á næsta ári, segir Daði Már, en vegna Norðuráls verður þó einhver samdráttur. Og rekstrarstöðuna trygging þess virðist tryggja bæði orkusölusamninga og laun, þannig að áhrifin verða nú ekki eins mikil eins og við kannski óttuðumst í upphafi. Framleiðslustoppið var í fyrstu talið í mánuðum að minnstakosti en nú eru þeir 11 til 12. Það liggur fyrir að þetta er heilmikið tjón. Ég myndi að ætla þegar allt er tekið sé þetta bara upphæð sem að slagar kannski upp í 1% af landsframleiðslu, en kannski það sem við eigum ennþá eftir að sjá er hverju munu bera tjónið, hvar lendir þetta tjón. Það eru einhverjar tryggingar þarna bakvið, þannig að það er bara spurning hversu stór hluti af þessu tjóni mun lenda á hagkerfinu. Ég held að það sé bara augljóst að þetta lendi einhverju leyti á einhverjum íslenskum fyrirtækjum og svo framvegis. En maður segja hreint út sagt mjög hissa ef þetta myndi ekki hafa einhver áhrif á starfsmannahald og það verði ekki einhverju uppsagnir á fyrirtækinu og maður voni að verði sem minnst. Við erum auðvitað með svona sjálfvirka sveiflujöfnunar í kerfinu sem snýra ef að það verða uppsagnir, atvinnuleysisbótatryggingum og fleira. Við auðvitað vonum að það kom ekki til uppsagna á þessu tímabili. Það eru fleiri spennandi tækifæri þarna á svæðinu að við erum bjartsýn fyrir hönd þessa svæðis. Fjármála- og efnahagsráðherra segir unnið að því að athuga hvort aðrir geta nýtt þessa miklu orku sem Norðurál hefur notað og nú fer til spillis. Það er ekki kannski margt sem hægt er að gera til mjög skamms tíma sem krefst svona mikillar orku vegna þess að við vitum líka að við munum ekki geta boðið þannig að þegar að rekstur hjá Norðuráli fer aftur í fyrra horf. Álagsstigið á Landspítala hefur verið rautt í að verða heilt ár. Forstjóri segist ekki hafa fleiri úrræði til að bæta úr. Þetta geti komið niður á gæðum þjónustunar og starfsfólki. Við erum búin að vera á rauðu meira og minna í heilt ár, þannig að við höfum verið að vinna nýrri viðbragðsáætlun sem að verður að vinnast í samvinnu við ráðuneyti og aðrar stofnanir vegna sem við höfum ekkert fleiri úrræði hérna innanhús til þess að nýta til að bregðast við ófremdar stöðu. Innan spítalans er álag flokkað eftir litum. Grænt stig þýðir að alltaf 10 sjúklingar umfram viðmið eru á bráðalegudeildum. Gult er alltaf 15 sjúklingar og rautt þar fyrir ofan, jafnvel alltaf 30 sjúklingar. Og frá 12. nóvember í fyrra hefur viðbragðsstigið verið rautt. Hvaða áhrif hefur það á starfsemi spítalans að hafa verið á rauðu undanfarið ár? Þetta er gríðarlega íþyngjandi fyrir starfsfólk og getur skapað svona ákveðið komið niður á gæðum þjónustu þegar við erum að leggja fólk í rými sem er ekki raunverulega ætluð til þess. Við höfum fjölgað starfsfólki á þessum einingum til að mæta þessu en erum á sama tíma með svona ákveðna manneklu þannig að þetta er mikil áskorun. En stóri vandi Landspítala er náttúrulega skortur á legurýmum.
Meðalfjöldi sjúklinga sem dvelur í meira en sólarhring á bráðamóttökunni í Fossvogi núna 34, samkvæmt nýjustu tölum, sem mesti fjöldi í 15 ár. Í fyrra var meðalfjöldin 32 en árið 2023 25. Meðal annars til að mæta þessu tilkynnti ríkisstjórnin í vor stækkun á bráðamóttökunni. Reisa átti færanlegt einingarhús sem átti að vera tilbúið fyrir lok árs með 20 legurýmum. En það hefur orðið töf á smíði þessara eininga þannig að það hefur verið að tala janúar, febrúar og við náttúrulega höfum mikla væntingar til þess. Að auki skýringin á álaginu ástæða sem flestir þekkja, skortur á hjúkrunarrýmum. Í haust voru rúmlega 660 á biðlista eftir slíku rými samkvæmt mælaborði landlæknis. 3, 2, 1, klikk! Í haust var opnað nýtt hjúkrunarrými í Boðaþingi fyrir alls 64. Og það fóru alls 50 einstaklingar frá Landspítala þangað. Fjöldi þeirra sem voru að bíða eftir vistun á hjúkrunarheimili var þeirra mest lét 90 til 100 og fór allavega í 60 en hann kominn yfir 80 á mjög skömmum tíma aftur þannig að þessi úrræði sem ekki viða meira en þetta þau duga skammt, við vitum það. Útlitið þegar maður horfir til næstu ára þannig að það ekkert fyrirséð að hlutirnir breytist mikið til batnaðar allra næstu ár. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar lögð áhersla á fjölgun hjúkrunarrýma. Rúmlega 500 hjúkrunarrými eru í framkvæmdar útboðs- eða skipulagsferli samkvæmt upplýsingum frá félags- og húsnæðisráðuneytinu. 50 rými eiga að opna við Nesvelli í Reykjanesbæ í desember og tæplega 200 rými á næsta ári á Höfn, Urðarhvarfi í Kópavogi og Nauthólsvegi í Reykjavík. Verklok hafa tafist í helmingi þeirra. Vissulega jákvætt að sjá áform ríkisstjórnarinnar í þessu efni en biðlistin mjög langur og lengi stöðugt og þannig eftirspurnin mjög mikil og erfitt að mæta henni. Og það fór út í heim. Útgjöld til hernaðarmála eru fyrirferðarmikil í fjárlaga frumvarpi rússneskra stjórnvalda. Stendur á að hækka virðisaukaskatt til að reyna að stoppa í fjárlaga gatið og fólk óttast að verðbólga aukist. Í febrúar verða liðin 4 ár síðan Rússland réðst inn í Úkraínu og stríðslok eru ekki í sjónmáli. Hernaðurinn kostar sitt og samkvæmt skýrslu hugveitu Free Russia Foundation dýpkar efnahagskrísan. Þing Rússlands fer þessa dagana yfir drög fjárlagafrumvarps næstu ára. Samkvæmt þeim fara 38% af útgjöldum til hernaðar og innanlandsöryggis svo sem til lögreglu og leyniþjónustu. Það 2% minna en síðustu 2 ár. Да, действительно, нам необходимы дополнительные расходы на оборону и безопасность. Í tilraun til að ná endum saman í ríkisbókhaldinu á að hækka virðisaukaskatt úr 20% í 22%. Тяжелое состояние достаточно и связано оно, по моему мнению, касаемо специальной военной операции. Много бюджета туда сейчас уходит. Ну, а в общем, конечно, это все скажется на ценах, на продуктах. Конечно, социальные слои населения пострадают от того, что повысится НДС, потому что это все, цены наложатся на повышение продуктов. Ну, естественно, это будет не есть хорошо. Verðbólga í október var 8,2% og stýrivextir voru nýlega lækkaðir úr 17% í 16,5%. У нас сейчас экономика закрыта, поэтому это, так сказать, последнее издыхание, мне кажется, так вот. Stríðsrekstrinum fylgir líka að útgjöld til ákveðina fjölmiðla og áróðusmaskína verða hækkuð rúm 6%. Og þá til Súdans. Íbúar í höfuðborginni Khartoum vöknuðu við sprengingar í morgun og líklegt þykir að RSF uppreisnarherinn hafi verið þar að verki. RSF-herinn náði El Fasher, síðustu héraðshöfuðborg Darfur, á sitt vald í lok október og virðist nú í auknum mæli ætla að beina spjótum sínum að yfirráðasvæðum stjórnarhersins í austri. Friður hefur verið að mestu í Khartoum frá því að stjórnarherinn náði þar aftur völdum fyrr á þessu ári. RSF-herinn samþykkti vopnahlésstillögur milligöngumanna í gær, en stjórnarherinn hefur ekki greint frá afstöðu sinni. Ólíklegt þykir að lending náist og þess vegna útlit fyrir að mannúðarkrísan í Súdan haldi áfram að versna. Umfang þessara neyðar stjartfræðilegt, held ég að sé óhætt að segja. Ég held að það sé erfitt fyrir okkur að átta okkur á hvílíkur fjöldi fólks þetta sem að býr við neyð í Súdan út af átökunum þar.
Það helmingu þjóðarinnar 30 milljónir manna sem að treysta á mannúðaraðstoð. 12 milljónir manna hafa þurft að flýja átökin. 13 af 17 milljónum barna á skólaaldri komast ekki í skóla og þarna staðfest hungursneyð. Nánar verður fjallað stríðið í Súdan í fréttaskýringaþættinum Heimskviðum á Rás 1 eftir hádegisfréttir á morgun. Dómkvaddir matsmenn verða fengnir til að meta kostnað ríkissjóðs af þeim aðgerðum sem ráðist var í til að draga úr eða koma í veg fyrir tjón vegna eldgoss á Reykjanesskaga, svo sem af gerð varnargarða, hraunkælingu og vinnu við hitaveitulagnir. Heildarkostnaðurinn nú rúmlega 11 milljarðar króna. Fjármál- og efnahagsráðherra vill skoða hvort rétt sé að þeir aðilar sem eiga hagsmuna að gæta skuli bera hluta af kostnaði ríkissjóðs vegna þessara aðgerða. Þar meðal annars átt við HS Orku, HS Veitur og Bláa lónið. Þá telur ríkissjóður sig einnig eiga kröfu á hendur Náttúruhamfaratryggingu Íslands. Aftur út í heim, Bandaríkjaforseti ætlar að íhuga að veita Ungverjum undanþágu frá refsiaðgerðum vegna kaupa á olíu frá Rússlandi. Þetta sagði Trump á fundi með Viktor Orbán forsætisráðherra Ungverjalands í Hvíta húsinu síðdegis. Ungverjar segja erfitt að kaupa olíu annars staðar frá því ríkið liggi ekki að sjó. Orbán sá leiðtogi aðildarríkja Evrópusambandsins sem þykir sýna Rússlandsforseta hvað mestan stuðning. Hann hefur lagst gegn samþykktum sambandsins stuðning við Úkraínu. Aftur hingað heim, ný brú yfir Breiðholtsbraut verður steypt helgina og þess vegna verður brautin á milli Jaðarsels og Vatnsendahvarfs lokuð fyrir allri umferð frá klukkan 1 í nótt og fram á mánudags morgun. Þórdís Arnljótsdóttir við Breiðholtsbraut. Þórdís. Já, hér ennþá umferð og fólk nota tækifæri til að keyra hérna næstu klukkutímana en hér bara 30 km hámarkshraði þannig að við sjáum það að flestir að passa sig. En Höskuldur, af hverju þarf Vegagerðin svona langan tíma til þess að gera þetta klárt? Já, í nótt hefst vinna við að steypa brúna sem búin að vera í byggingu hérna síðustu misseri. Og við áætlum að það taki svona 20 klukkustundir að renna steypunni hérna mótin. Síðan þurfum við rúma sólarhring til þess að steypan taki sig áður en teljum óhætt að hleypa umferð á að nýju. Hvað fer mikil steypa í þetta og hvað fara margir steypubílar hérna? Já, þetta eitthvað tæplega 2000 rúmmetrar og það þýðir svona 250 steypubílar. Þannig að þetta verður ekki smá sjónarspil hérna ef segja má sem svo? Nei, það verður mikið að vera hérna. En það hérna í næstu viku, þá verður bara 4 metra hæð hérna undir brúnni og fer svo upp í 4,2. En þið verðið með einhverja svona meiri skerðingu hérna í næstu viku líka þótt að verði ekki alveg lokað. Já, næstu sólarhringa þá munum við hafa lokað hérna yfir nóttina frá klukkan 10 á kvöldin fram til 6:30 á morgnana. Það gerum við af öryggisástæðum. Það sem sé mjög mikilvægt að missa ekki stóra bíla hérna undir brúna. Þeir geta þá ekki á undirsláttin og valdi hérna mjög alvarlegu slysi. Það óþolandi fyrir marga að keyra hérna á háannatíma hér og Vatnsendahverfi í Kópavogi heldur degi eftir að losa og létta umferðina. Já, ef ekki loknuð þá mun það gera það náttúrulega. En á meðan þessu stendur þá því miður þá verða svona umferðar takmarkanir á umferð töluvverðar. Við skulum vona það og þá verður maður bara að hafa svona þolinmæðina með sér hérna næstu daga, næstu viku að minnstakosti og passa það að hámarkshraðinn sé bara 30 km á klukkustund og kannski vera búin að skipuleggja helgina hvernig maður ætlar að koma sér í vinnuna. Góð hugmynd, Þórdís Arnljótsdóttir, takk fyrir þetta kærlega. Öll í sama liði titill baráttulags gegn einelti sem frumflutt var í dag og ætlað að stuðla að vináttu og virðingu. Það ekki gaman að lenda í einelti, segja krakkar með reynslu af slíku. Hljómsveitin Granda Boys sá að ná upp stemningu í Grandaskóla í dag í tilefni dagsins. Dagur gegn einelti árlegur og tileinkaður baráttunni gegn einelti í skólum, frístundastarfi og í samfélaginu almennt.
þið hvað einelti er? Já. Hvað er það? Það er að vera leiðilegur við annan. Þegar margir einstaklingar fara á einn. Já, á einn. Og eru endalaust á honum og ýta. Og leiðilegir við annan. Þannig, já. Þekkið þið eitthvað sem hefur lent í einelti? Já, marga. Og hafið þið gert eitthvað í því? Stoppað. Það hefur eiginlega hægt, eða það hefur minnkað allavega. Það hefur minnkað í skólanum. Mjög mikið. Þetta var svona mestina, svona hjá okkur, þetta myndi segja svona frá 4. til 5. bekk, en annars var þetta bara, svo er þetta núna frá 7. til 7. Það var þetta bara eiginlega búið. Ég er ekki búin að heyra neitt eitthvað. En hafið þið sjálfið lent í einelti? Nei. Já, ég einu sinni lenti í einelti. Var það vont? Það var ekki þægilegt, eða það var ekki gaman, þannig ég myndi, já. Í tilefni dagsins fekk Reykjavíkurborg þau Júli, Heiðar og Dísu til að semja baráttulag gegn einelti. Það heitir Öll í sama liði og flytur skilaboðum virðingu, vináttu og samkennd. Þú ert með talgalla, hvað með það? Erum öll í sama liði. Þú æfir fótbolta, ég dýrka það. Ég vil dansa upp á sviði. Einelti, vitið þið hvað það er? Já. Og hafið þið orðið vitni að því? Já. Hafið þið lent í því sjálfar kannski? Já. Hvernig var það? Bara ekki gott. Það var leiðilegt og mér fannst það ekki skemmtilegt. Hefur það batnað? Nei, já. Ekki almennilega. Mín vegna. Þarf að gera eitthvað meira? Já, smá í því. Vitið þið hvað einelti er? Já. Hvað er það eiginlega? Það er þegar stríðinni, já, og ofbeldi. Hafið þið séð einelti? Stundum, ekki oft. Hafið þið lent í því sjálfur? Nei, ekki, kannski einu sinni. En ef þið sjáuð eitthvað sem er verið að beita einelti, hvað á maður að gera? Maður á að stoppa það. Getur maður það alveg? Já, maður reynir allavega. Eða segir einhverjum eldri. Grunn- og leikskólakrakkar í Kópavogi tóku þátt í baráttunni gegn einelti á vináttudeginn, gengu frá Kársnesskóla að Rútstúni, sungu saman og dreifðu jákvæðum skilaboðum til íbúa í sínu hverfi. Þú ert með greiningar, hvað með það? Erum öll í sama liði. Yfir í allt annað. Bönnuð eiturefni hafa fundist í eftirlíkingum af vinsælu tuskudýrunum Labubu í Svíþjóð. Efnastofnun landsins varar fólk við og hvetur til þess að dúkkunum verði hent í ruslið. Labubu dúkkur eru framleiddar í Kína og hafa notið mikilla vinsælda víða heimað undanförnu, bæði meðal barna og fullorðinna. Einnig eru seldar eftirlíkingar af dúkkunum og eru þær kallaðar Lafufu. Det blev rakt på tanden där ser man. Då startar jag testet. Det är PVC-plast och det är just den här typen av plast som vi hittar ofta farliga ämnen i när det gäller leksaker. Í 5 af hverjum 7 dúkkum fundust þalöt. Slík efni eru til dæmis notuð til að mýkja plast og gera það sveigjanlegra. Ramström varar við því að efnin geti truflað hormónastarfsemi og haft áhrif á frjósemi sé fólk útsett fyrir þeim í langan tíma. Det är inte så att man blir skadad eller något av bara att ha en enda sån här. Däremot så vet vi att de här ämnena, de sitter inte hela tiden fast i plasten utan de läcker ut. Hamnar till exempel i damm hemma som du andas in. Slík efni eru bönnuð víðast hvar í Evrópu en eftirlíkingarnar eru framleiddar í ríkjum þar sem notkun slíkra efna er ekki bönnuð. Ramström hvetur fólk sem á eftirlíkingar till að henda þeim í ruslið hið snarasta. Många vill tjäna pengar på det här och då finns ju många som börjar tillverka leksakerna jättesnabbt och gör då fake-varianter. Och då gör inte de så bra kontroller på vilka kemikalier de stoppar i och sånt, utan då handlar det bara om att tillverka snabbt och billigt. Och där ser vi ju ofta att fake-produkter just innehåller förbjudna ämnen. Så det ska man ju undvika att köpa. Og þá gleði tíðindi. Tónlistakonan Laufey Lín Jónsdóttir er tilnefnd til Grammy-verðlauna fyrir bestu hefðbundnu popplötu ársins. Tilnefninguna hlýtur hún fyrir plötu sína A Matter of Time sem kom út í ár. Meðal annara sem eru tilnefndir í sama flokki eru Elton John og Lady Gaga. Laufey vann til Grammy-verðlauna í sama flokki í fyrra fyrir plötuna Bewitched.
Þá skulum við skoða veðurspána. Það verður nokkuð stöðugt veður næstu daga með ríkjandi austanátt og dágóðum blæstri víða land. Skýjað verður að mestu á austurhelmingi landsins með dálítilli úrkomu á köflum og á hið sama við norðanverðan Vestfjarðakjálkann. Annars má reikna með nokkuð björtu og þurru veðri. Nánar það hérna eftir íþróttafréttir. Íslenski landsliðshópurinn sem fer á HM kvenna í handbolta síðar í mánuðinum var kynntur í dag. Við stefnum á milliriðil, stefnum að vinna Úrúgvæ og koma okkur í milliriðilinn. 3 Íslandsmet féll á Íslandsmótinu í sundi í 25 metra laug sem hófst í Laugardalslaug í dag. Og ljóst að íslenska karlalandsliðið í körfubolta mun mæta Bretum 30. nóvember. En leikurinn var í óvissu eftir að Bretar voru dæmdir í bann af alþjóða körfuknattleikssambandinu. Íþróttir hér handan við hornið. Þá skulum við rifja upp helstu fréttir. Dómsmálaráðherra hefur stöðu ríkislögreglustjóra til skoðunar eftir umdeild viðskipti embættisins við ráðgjafafyrirtækið Intru. Þetta mál hefur veikt traust til embættisins. Landspítali hefur verið á hæsta viðbragði í heilt ár. Ófremdarstaða, segir forstjóri, og ekki fleiri úrræði innan spítalans til að betrumbæta hana. Alls ekki góð tíðindi, segir fjármálaráðherra að 11 til 12 mánuði taki að koma álframleiðslu á Grundartanga í fyrra horf. Að mati hagfræðings felst óvissan í hversu stór hluti tjónsins lendir á hagkerfinu. Yfirvöld í Svíþjóð vara við eftirlíkingum af Labubu-dúkkum. Samkvæmt sænskri rannsókn innihalda þær bönnuð efni sem geta haft áhrif á hormónakerfi líkamans. Og dagur gegn einelti á morgun og af því tilefni var í dag frumflutt lag til stuðningsbaráttunni. Þú ert með talgalla, hvað með það? Þá koma lokum hjá okkur í bili. Fréttir verða áfram sagðar í útvarpi og á vefnum okkar í kvöld og nótt. En við kveðjum að sinni, verið sæl og góða helgi.